Sælverið og verið velkomin í Flugsmiðjuna. Ívar hér. Í kvöld ætlum við að nýta flugu sem að margir hafa beðið eftir. Ég hef gert allavega 2 tilraunir sæmilegar og bara komast upp í æfingu með að nýta hana því ég hef ekki nýtt hana í fjölda ára. En þetta er flugan Rektorinn eftir Kolbeinn Grímsson. Og við notum í Rektorinn, ég er að nota Guðlandfinna, þessi sé frötin, og við erum að nota Arex nr. 8, þessi NS 118 Classic Streamer. Við erum sígilt að nota krók nr. 8 í þessar þurrflugur. En áður en við festum einhverju fleiri niður þá þurfum við að byrja á því að búa til svona vindillaga búk á fluguna úr ull og ég kýs að hafa ullina bara gula eins og hún var nýtt upphaflega með og græjum það hérna. Svona og festum þetta hérna niður. Við þurfum að passa alltaf að skilja eftir pláss hérna fyrir haus og kinnar og fleira sem kemur á þessa flugu. Næsta skref er það að taka 2 svona gulbekkjóttar grizzlyfjaðrir og þetta er ekki söðulfjaðrir, þetta eru í rauninni þurrflugufjaðrir sem eru frekar aftarlega af nakkanum sem ég er með og ástæðan fyrir því að nota þær er bara einfaldlega svo að ég á ekki gulan sadlinn er mýkri heldur en þessar, þannig að þetta verður ekki alveg nákvæmlega eins og hjá honum Kolbeini. Við zoomum hérna aðeins út og áætlum lengdin og skottin á henni, þá er það einhvern veginn svona búklengdin pluss mínus. Svo festum við þetta hérna niður með pinch wrap aftan, sátti skottið á henni, svo tökum við þessar 2 fjaðrir hérna og skellum þeim aftur á bak og bara í geymslu. Það taka þessar lausu hérna fanir sem fara undir tvinnan. Þetta er ekkert nauðsynlegt að gera þetta en þetta er nú verður fallegri, þægilegri að vinna með hana. Og þá tökum við á þessum hluta hérna lítið fastar svona og svo fara eins og ég segi þessar 2 fjaðrir fara hérna aftur og þá er í rauninni bara í gorminn hérna á þvingunni á væsnum og svo nýtum við okkur hérna fram og þá koma þessar 2 fjaðrir hérna ef hún er nýtt eins og hún var upphaflega nýtt sem hún reyna að halda okkur við það er að þá sem sé koma þessar 2 fjaðrir voru vafðar hérna utan búkinn svo er það bundið niður og eftir með bara tvinnanum fyrir við umferð með tvinnan yfir þetta og greiðum þessar fanir á þessu aftur og bak. Þetta þarf ekki að vera of þétt og ekki of gleitt á milli að málið sjást í gula litinn í búknum, séu þið. Svona. Svo farið þið með tvinnan hérna á milli, grípum þessa 2 enda með tvinnanum og við erum með zoomið í þessari lengd svo við sjáum bara einfaldlega hvað ég er að gera. Ef ég er með zoomið alveg hingað þá sjáum við ekkert
vinnubröðin höndunum. Þannig ég ætla að hafa þetta að því til straumfluga líka. Þá næsta skref, það bara að taka einn hérna viðbót svona þéttan. Svo bara að klippa þessa 2 burtu. Og næst þá hnýtum við niður sem sé búkinn. Við fært setupið kameruna hérna. Það leikum okkur bara með það. Þá hnýtum við sem sé búkinn á henni niður og sjá við greiðum banirnar aftur og bak. Svona. Þá þetta hnýtt niður. Við látum þessar hérna, auka fanir hérna sem eru aftan bara standa. Ef þú fyrir að klippa þetta eitthvað til, þá fyrir að klippa í þessa fjöður og það bara ávísun á vesen. Og þetta ekkert neitt sérstaklega flókin fluga, en hún gríðarlega falleg og eina af þessum íslensku flugum sem eru búin að skipa sér sess sem bara einhver þeim vinsæli sem menn spreita sig við að nýta. Næst þá tökum við gulan íkorna og mælum fyrir honum í væng. Vængurinn ætti að vera einhvern veginn svona langur cirka. Klippum hann hérna alveg upp í rót. Og svo tek ég úr íkornanum og held ég endan á hárunum hérna, það síðan náttúrulega endan, og tökum undir hárin hérna úr þessu, og þetta eru hár sem að erfiðar að stokka, þau eru það mjúk, það hægt, en taka úr þessu undir hárin hérna, svona, og þá miklu auðveldara að binda niður það sem kemur á fluguna. Og við mælum út fyrir því cirka, ekki svona, og séu að þetta lengdin, og teki ég þetta með hinni hendinni, skipti og klippi þetta akkurat hérna á samskeytunum, og þá þessi endi hérna rétt lengd, og ég ætla að lakka þann enda, einfaldlega bara til þess að þessi ágætu hár haldist saman. Það breyttist margt í hnýtingunum hjá mig þegar ég fattaði þetta og lærði af Jóni segja að fara að lakka þennan enda á hárunum. Þá getur við bara stillt þeim hérna niður, sjáið þið, og í rauninni dregið þau til og svona, adjustað bara eins og við viljum. Þá vængurinn kominn á rektorinn. Má passa að hafa hann ekki of framalega, og ef við þurfum að setja hann aftar, þá bara nýtum við og búum til hérna smá plattform. En næsta skref í þessari flugu, það eru jungle cock fjaðrirnar sem eru dálítið einkennandi fyrir hana. Þær koma hérna á hliðina og sjálfsög að nota snúningsvæsin til þess að sýna ykkur þetta, en til að festa fjaðrina niður þá ágætt að sjá við hvernig ég held henni hérna. Það grípa hana með tvinnanum, þá eigið inni sjá við þessa hreyfingu hérna. Þá getið stillt hana af áður en við herðum hana alveg. Við ætlum að hafa hana þetta aftarlega þannig hún sjáist. 3-4 snúninga eða vafninga í hérna til þess að festa hana niður. Svo gerist sama mín megin. Tökum 2 snúninga og svo fínt að horfa ofan á þetta. Og svo notum við þessa stilka hérna á jungle cockinu til þess að stilla hann. Þannig að ég myndi mæla með því að vera ekki að klippa þessa stilka af fyrir en
búið að stilla fjöruna af. Svona. Þá djöngulkokkinn orðinn nokkuð jafn. Nógu jafn þannig að ég sé honum sáttur við hann. Og þá kemur festum við hann betur niður og klippum svo þessa enda hérna. Og þá eina sem eftir að koma á þessu flugu, það í rauninni kragi hérna framan á hana. Og klippum hérna framan á henni. Svona búið til hálfgerðan busta. Og þetta festum við niður. Og við þurfum að vinna með tvinnan, það að segja byrja með henni aftan og vinna okkur með hann fram. Svo kemur þessi fjöður. Og fanirnar á henni eiga að standa aftur og bak. Svona helst. Hún má samt ekki vera það stór. Þetta komið hérna smá óefni hjá mér. Svona. Þessi fjöður sem við erum að setja núna, það að segja fanirnar á henni með ekki vera það stórar. Það hilli alveg hérna. Það hilli alveg djöngulkokkinn. Látum þetta bara gott heita og læsum fjöruna niður. Svona. Svo þurfum við að fara með tvinnan aftur og bak og hérna ganga frá þessum fönum og láta það snúa aftur og bak. Þannig að það verði fallegra. Og þá myndi ég byrja á því bara að klippa þessar fanir hérna í burtu sem eru fyrir, sem eru alveg augljóslega ekki að fara að vera til eins yndisauka. Og nú vitum við bara fyrir ykkur þannig að þið sjáum hvað við erum að vinna með fluguna hérna. Zooma okkur inn á hausinn á henni og fært kameruna hérna. Svona. Og þá þetta sem sé næsta verkefni að strjúka þessar fanir hérna aftur og bak. Þannig að það svona láti einhverju stjórn, en það eins og ég segi að því ég að nýta þetta með frekar stífum fönum, þá þetta ekki alveg eins flott og það yrði ef það væri söðulbakk eða sadl. Þið sjáu þessa flugu hérna, djöngulkokkinn sést alveg og þá þetta bara í rauninni komið. Það má taka þetta aðeins hérna aftar og byggja upp haus á þetta. Svona. Svo förum við út í það að snirta þetta og það bara að taka þessar fanir sem að leggjast ekki rétt og nýtum yfir þær og svo setjum við á þetta það annarkvort rauður haus sem að með þessa flugu, eldrauður, eða ef maður nennir ekki málingavinnunni þá að nota sem sé rautt. Þetta rautt, það sést ekki almennilega í vídeónu liturinn á því, en þetta rautt sem sé klóbrett. Það ein leiðin til þess að hafa hausinn á henni rauðan. Þá hausinn á henni bara búinn upp hérna, sjáðu þið. Svona. Og við skellum tvinnunum hérna fremst, tökum smá glóbrett hérna til þess að hylja hausinn, festum það niður og passi ykkur þegar þið eru að nýta þessa flugu að það verði ekki plásslaus hérna á hausnum. Það alveg, ég nýtt hana
núna eftir áratuga hlé þá varð ég eiginlega hálfpartinn plásslaus hérna við hausinn. En það er eitthvað sem, eins og við segjum, maður verður að gera ráð fyrir alltaf þegar maður er að mæla út og hlutföll og allt þetta, þá verður maður að gera ráð fyrir því að þurfa að vera pláss í haus. Svona. Og ég ætla ekki að lakka þessa rauða, ég vil bara nota glóbrettið. En að sjálfsögðu má lakka þetta. Það bara hefur reynst mér betur að nota glóbrett svona sem hálfgerðan hotspot á svona flugur á mörgum ástæðum. Þetta er náttúrulega UVAF sem sé er í flektar UVAF-ljósi, í útfjölublögu ljósi og verður ekki ljótari þó að þetta sé ekki lakkað. Svo grípum við glóbrettið með tvinnanum hérna, herðum það hérna niður svona og þá sést eiginlega ekkert af gulatvinnanum í hausnum. Það geti nýtt þetta með svartum tvinna líka. Þá berum ennþá minna á honum, en ég hef verið að nýta hana svona, nýtti fyrir mörgum árum með ágætis árangri. Og þá er bara hnútur og þetta er fræg fluga, þetta er hann Kolbeinn, ein af hans frægustu, ásamt sennilega Píkokk og Hólmfríði. Og svo er hérna að gera hann bara að klippa á þetta hérna og bregða á þetta smá við slakki. Þið sjáu hérna, þetta er svona alveg við það svona á tæpasta vaði með pláss, en þetta sleppur alveg, augað á önglunum er alveg frýtt. Og þá lökkum við, komum með lakki hérna, þá lökkum við bara bláhnútinn. Þá lökkum við ekki sem sé yfir rauða glóbrettið, af því að þá verður það bara dökkt á litinn. Heldur leyfum hnútnum bara vera það sem hann er. Þá er rektorinn bara eiginlega klár. Þetta færum hérna vélina svona. Þá er ekkert annað að gera nema skellunum í UVAF-bað. Og hérna, þakka fyrir mig. Ég þakka þú kærlega sem horfðu á vídeóið og þið með endilega læka vídeóið og deila síðun og gera áskrifundur. En þangað til næst, þá bara sjáumst við hress og kát í næsta vídeói. Takk fyrir.